Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl aftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hef fengið hingað til mín góða gesti til þess að ræða úrræðaleysi barna og ungmenna við fíkni og geðrænu vanda. Verið velkomnar Lára Ómarsdóttir, Diljá Ámundadóttir og Sigþóra Bergsdóttir. Það fór framhjá ekki mörgum held ég að það var svona kraftmikil færsla föðurs sem að fór af stað á sunnudagskvöldið. Það var svona þegar ég sá hann allavega, var tekin upp í fréttum og þetta hefur svona verið, vikan byrjaði á þessari umræðu, þetta kunnulegt stef, því miður. Lára, þú þekkir þannig aðeins til, þetta ungu maður sem tekur í líf eftir að hafa rekist ítrekka þá veggi, svona í samfélaginu. Getur aðeins lýst fyrir okkur svona, svona í stuttumáli þessari erfiðu sögu? Hávarður Máni rekst eiginlega bara strax á alls það þegar hann byrjar í skóla. Það byrjar í rauninni kannski í leikskóla en á alvöru þegar hann fyrir skóla. Og hans saga bara því miður ekki einsdæmi, ég er búin að fara í þó nokkrar, allt og margar útfarir hjá ungu fólki þar sem að sagan eiginlega bara svo sama. Þetta eru krakka kannski sem eru með, einhverju erfiðleika, ADHD, einhverju rófi, eru á einhvern hátt aðeins öðruvísi en hinir krakkanir og lenda bara einhvern veginn strax svona út í horni, finna mjög fljótlega fyrir höfnun af samfélaginu og það bara heldur áfram í gegnum þeirra líf. Og það svo þegar hún fullorðin eða það reyna að leita einhver úrræðin á spítilum eða í kerfinu eða hvar, að það allstað það sama. Fólk vill alveg gera eitthvað en það getur ekkert gert, það engin alvöru úrræði. Bráðadeild til dæmis upp á geðdeild svo illa sett, vil ég segja, að það lagður fyrir fólk sem ekki þangað kemur spurningalisti og ef þau get ekki lýst í nákvæmlega hvernig þau ætla að taka í líf þá bara fá þau ekki að fara inn. Það aðalatrið. Ég vorði vitni að því að manneskja var að reyna að komast inn á geðdeild, var búin að skera sig í andlitið og var bara illa haldin en af því að hún gat ekki lýst í nákvæmlega hvernig hún ætla að taka í líf og þá fekk hún ekki fara inn. Augljóslega veik, skiljiði, og það sama með Hávarð Mána, bara eins og því miður sögu allt og margra í kerfinu. Þetta byrjar einhvers staðar í grunnskóla eða bara mjög snemma af því að fólk, ég veit ekki alveg, það ennþá til dæmis bara fordómar gagnvart börnum og foreldrum sem eiga börn með ADHD sem dæmi og það endalaust verið að segja þeim óbeint í fréttum og annars staðar að þetta sé mataræðið eða uppeldið eða eitthvað þegar það bara alls ekki málið. Líka með fólk, krakka sem eru á einhverju rófinu. Það eins og fólk kunni ekki að tala við þau, bara skilji þau ekki af því að þau náttúrulega þurfa miklu svona bara nákvæmari talsmáta, þau skilja ekki endilega eitthvað svona kaldhæðni eða óbein skilaboð, þú þarf bara að segja þeim hreint og beint út hvernig hlutinir eru. Já, og hvers vegna? Nákvæmlega, og þau rekast á, þetta bara, og þetta bara búið að vera svona allt og lengi og líka hitt, það sem við sjáum mjög oft einmitt að foreldrar stíga fram eins og Hjörleifur þarna eftir að barnið látið. Foreldrar sem eru bara glíma við þetta núna, þau eru mjög mörg, bara mjög smeyk, meira sér bara við að segja og afa hvernig staðan vegna þess að það ennþá, bara samfélagið ennþá ekki tilbúið til þess að viðurkenna það að við erum ekki öll eins, það ekki öll börn eins og það ekki uppeldi að kenna ef eitthvað fer öðru vísi og ég meina á Facebook sjáum við, foreldrar posta mynd af börnunum sem fengu 10 í öllu. Hvar myndirnar af börnunum sem fengu 3? Skiljiði? Það endalaust verið að
hjálpa þeim sem að bera af eða eru venjuleg, skiljiði, en hinn bara þeim líður þá bara eins og þeim sé hafnað. Mér finnst þetta reyndar svo ótrúlegt og svo sterkt og það sló mig líka einhvern veginn á sama tíma sem að hann segir Hjörleifur, pabbi drengsins, hann segir hérna það verður svona tímabil þar sem að þau fara að keppa í að vera best í að vera verst og hérna ég held að við vitum einhvern veginn allar hvað nákvæmlega þetta þýðir. Ég var þarna sem unglingur, kannski þess vegna sem þetta kemur svona við mig en ég man eftir því að þegar maður einhvern veginn í stöðugri keppni og maður alltaf einhvern veginn elda á sér skottið og kemst ekki neitt áfram og þá einhvern veginn verður svona, það kemur svona moment þar sem að maður ákveður bara, þá ætlum ég bara að vera alveg hryllingur. Já, og hérna, fara bara alveg hinn áttina. Það kannski eina sem þú fær athygli út á orðið. Skilurðu? Það er eina sem þú færð einhverju viðurkenningu. Þetta alveg það, sko. Það að því að þú gerðir eitthvað hræðilegt að þér. Það gleymist að inn í kerfinu líka rósaði bara fyrir að bæta til dæmis árangur úr 2 í 3. Það er ekkert voðalega mikið verið að segja bara, nei, vá, þú ert bara hækkaði með 1 heilan á milli ára. Það er engin verðlaun fyrir það. Skilur svo sem dæmi. Svo er þetta náttúrulega líka bara þessi orðræða og hvaða orðfæri við erum að nota. Ég var til dæmis í nokkur ár í skóla- og frístundaráði þar sem að þessi tískusetning sem að lét einhverja voða einhverja dygðarfulla fulltrúa missa svefn að drengir sem get ekki lesið sér til gagns. Já, og ég ítrekað sagði, þessi setning er að skaða miklu meira heldur en það sem hún fjallar og ég náði því gegn að við mættum ekki segja þessa setningu hvorki þarna inn á fundum né út af við og við ættum að tala þessa prósentu sem yfirleitt mjög mikið á reykirendar sem hóp barna eða drengja sem þurfa ákveðin stuðning, kannski tímabundin eða skilurðu og tala það umvefjandi, ekki bara þeir geta ekki. Mér er svo minnistætt að hann Jónas Sig, einlægur trúbadór svolítið, sem sagt opnaði sig í sjónvarpsviðtali eitthvað tíman, ekkert, þú veist, bara fyrir svona einmitt 5 árum, að þar sem hann er einn af þessum drengjum sem get ekki lesið sér til gagns og hann sagði ég tók þessu bara alltaf sem stimpli og það væri þá bara komið að þeirri endastöð. Ég gæti ekkert mikið meira, það gæti ekkert orðið úr mér annað en þetta, ég get ekki lesið mér til gagns. Á meðan ég held að hann sé bara með þeim betri að lesa mennsku til gagns. Hann er bara mjög félagslega fær og getur tjáð tilfinningar sínar sem fullt af fólki sem getur lesið sér einhver texta, bækur til gagns til að verða einmitt afreks, eitthvað staðar, dúksa, sem eru bara oft ekki fullfær einmitt að vera klárt í félagslegum samskiptum eða tilfinningarlegu tjáningu eða bera kennsla á eigin tilfinningar. Þetta er bara oft eitthvað sem er einhvern veginn kannski gert lítið úr í okkar samfélagi. Já, það er líka þetta að segja að þú get ekki lesið sér til gagns. Það er ekkit endilega heldur alltaf rétt. Vegna þess að ég þekki bara fullt af ungum drengjum sem geta lesið sér til gagns á öðru tungumáli sem dæmi. Þeir lesa fullt á internetinu á ensku en þeir skilja kannski ekki einhver orð í íslensku eins og ósérhlífin og að fara offari. Skilur þú? Já, og bara einmitt og þú veist að þessi lestrar þú veist, af hverju getum við ekki bara líka skilið að það er líka erfið, ég á mjög erfitt ef ég er að gangi gegnum erfiða tíma, ég er í tilfinningalegu uppnámi sem er bara stundum í lífinu, þá á ég líka bara erfitt bæði með að skrifa skýran texta af því það er eitthvað, þeir leggja niður störf í framheilanum mínum þar sem tjáningastöðin er og lesa mér til gagns og ég er 46 ára kona og ég er að læra 5. háskólagráðina, ég get ekki lesið mér bréf frá Tryggingastofnun til gagns til dæmis. Nei. Þú veist, af hverju erum við alltaf að taka þennan hóp og gera hann að einhverju vandamáli sem að þarf að leysa því þú ert svo lojal einhvern veginn fulltrúi staðin fyrir að taka þetta eins og mögulega líka hvað kom fyrir þessi börn, af hverju líður þeim stundum það illa að þau get ekki mitt lesið sér til gagns eða
100 orð á mínútu eða þessi mælikvarðar eru hérna í þessu En ferkandi þetta var nefnilega svo hjartnæmt þarna hjá þessum föður og svo bara rétt það sem hann var að segja. Það að þarna á hann þennan dreng, hann með ADHD og þau sem þekkja ADHD vita að það ekki uppeldisvandamál eða matareiði, það bara allt annað fyrirbæri og hérna strax í leikskóla, þú veist, gat hann ekki setja í kjur til þess að hlusta á sögu, þú veist, af hverju þarftu að vera kjur þegar þú hlustar á sögu, skilurðu, þannig að hann byrjar á að fá alltaf þessi neikvæð skilaboð og þú veist, og svo þetta, þú veist, einu úrræðin í skólunum, af því að í skólunum vinnur ótrúlega flott fólk, en það ekki neinn úrræði inn í skólunum til þess að taka á móti þessum krökkum, þannig að leiðin var að geyma hann einhver staðar fyrir utan eða einhver staðar ekki með hinum krökkunum og svona þetta bara áfram og svo þegar að, þú veist, hann orðin 12 ára þarna og fer svona að fikta við fíkniefni fyrst að þá stuðlar eini staður sem hann fer inn á og þar hann einn með öðrum dreng sem 17 ára sprautufíkill, skilji, þú veist, það til dæmis eitt, bara keppnis. Já, og bara þar lærir hann bara ýmis brögð, eða hvað maður að segja. Og tilheyrir. Já, og tilheyrir það. Og finnur mannesku sem maður sem hlustar á og sér. Já, hlustar og ber virðingu. Og það ekki svo samanlega þess að það vantar alltaf einhvern veginn þetta, það bara svona kærleika og virðingu og hlusta á fólkið, og hlusta á unga fólkið, þú veist, sem að koma og leita sér aðstofar og líka bara þau sem eldri og glíma við geðræn vandamál það bara hlusta á þau og ekki alltaf að svona, ég veit ekki ýta þeim út í horn. Ég held að það sem við erum alltaf að gera og það sem kannski ég búin að velta svo mikið fyrir mér þessari greiningar þörf og auðvitað gott að greina til þess að geta átt okkur á því hvernig getum komið til móts við fólk en það byggir svo mikið upp á öllu því sem þú getur ekki gert. Þannig að við erum alltaf að horfa á það sem að fólk getur ekki gert. Og ég á nú einn yngsti drengurinn minn er verulega, hann mjög mikið ADHD-barn og hann var í leikskóla og leikskólakennarinn sem algjörlega stórkostleg kona, hún Mandi, hún sagði eitthvað við mig, hún sagði, þegar ég á leiðinni vinnan á morgnana þá hugsaði alltaf hverjum einasta morgni, hvað get ég gert í dag svo að Eyjólfur getur skinið, skilur, og hún var alltaf að hugsa hvað hann getur gert öðruvísi þannig að hann geti fengið það sem, þú veist, að hann styrkleikar og ég held að það sé þar sem við erum alltaf að horfa á það sem við geta ekki við erum að búa til væntingar sem að fólk getur hugsanlega ekki orðið við börn í þessari stöðu og við erum ekki að byggja á styrkleikunum og við erum ekki að byggja þau upp eins og þú segir að vera með 2 í einhvern og fá svo 3 í einhvern, það bara gríðalegt stökk og það bara gríðalega jákvætt, bara frábært en það ekki veitt velum fyrir það neðst og þessi svona sýn að við séum alltaf að nálgast alla út frá greiningunni, út frá einhverju vandamáli, út frá einhverju sem þarf að leysa en ég meina við leysum ekki ADHD, við þurfum bara að koma til móts við fólk sem þar, skilur við þurfum einhvern veginn þú veist alveg eins og með lesblinduna þegar uppgötast allt í nú getur sett einhverju svona litaða miða og það var ekki að segja til þess að fólk geti lesið og svo frábært viðtal við einhverja í gær í einhverjum fréttunum þar sem hún var að sýna hvernig hún var að breyta hvernig hún geti lesið hún var með spjald með svona spjald og við getum fundið svo margar leiðir til þess að koma til móts við fólk og líka bara fagna fjölbreytileikanum. En þegar við tölum að fagna fjölbreytileikanum og þú maður veltir fyrir sér, ég meina við erum vel rosalega ólík og við veljum okkur ólíka leiðir í lífinu. Við förum ekkert öll í bóknám og við endum ekkert öll í bókmenntafræði eða íslensku eða sem stærðfræðingar. Heldur verðum við bara, ef við ætlum að halda utan á samfélagið og verðum við að vera með svolítið svona frjótt og ólíkt fólk að hvers vegna erum við ekki bara strax að grípa krakka á þeirra eigin svona hæfileikum og áhugasviði. Skólandar eru þetta bara byggður upp þannig að þú ert með hópa börnum og svo ertu bara með einhver takmörku gæði af fólki sem að sinna þessum börnum og það er bara best fyrir alla að allir setja kyrrir og gera það sem þeim sagt, skilur? Ég held að aðalástæðan sé ekki svo. Ég held að aðalástæðan sé svo að langflest sem búið í þessu samfélagi bara skilja ekki og vita ekki
hvað það þýðir að barn sé með ADHD, fyrir ekki, mér finnst bara það skipta máli að þú vitir þessar greiningar. Já, sjálfsögðu skiptir það máli. Og þau skilja ekki og vita ekki hvað það þýðir ef barn er á einhverfurófi sem dæmi. Ég á barn á einhverfurófi og ég er bara mjög ofta útskýra fyrir fólki hvað það þýðir. Er það ennþá svona þannig? Það er bara ennþá þannig, það er bara flestir bara eru ekkert að pæla í þessu, skilur. Hvorki fólk, börnum sem er með ADHD eða einhverju, ég er ekki að tala um í skólanum, ég er bara að tala um samfélagi sem heild og það, ef að þú ert foreldri sem bara ert með börn sem eru hvað ég segja, ekki með neina taugaraskanir eða neina greiningar en af hverju ættir þá eitthvað að vera að kynna það hvort að systur dóttiðin eða systur sonuðin sé á einhverju rófi og hvað það þýðir fyrir þá foreldra og þú veist foreldrar barna sem eru kannski með alvarlega þroskaraskanir mæta alls ekki miklum skilningi í þessu samfélagi og þú veist, það er bara eitthvað er hann í hvíldar innlögð barnið, akkur er þú ekki bara með barnið alltaf, þú veist, hvað getur þú ekki alveg barnið upp, þú veist, þetta eru spurningar sem foreldrar fá alveg og ég var bara að tala við ungkjón núna bara helgina sem að eiga sko dreng sem er mjög alvarlega á einhverju rófinu og þau bara mæta þessu allstar sem þau fara, bara í samfélaginu og það er bara því miður þannig og ég held að samfélagið þurfi bara að vakna allt og bera meira virðingu fyrir því að við séum mismunandi og börnin okkar séu mismunandi og reyna að skilja þau og skilja foreldrana og við sem eigum börn verðum að vera opnari og þora að tala um þetta. Já, ég held að það sé augljóslega merki veikt samfélag þegar við getum einhvern veginn ekki tekið utan okkar sko bókstaflega minnstu bræður þegar við sjáum ítrekkað að foreldrar skrifa færslur eftir að eitthvað hryllilegt hefur gerst og það sem að þau segja nú ætla ég að nota þetta dauðsfall eða þennan hrylling til góða og til þess að vekja samfélagið og það er einhvern veginn, það virðist svona, fyrir mér virðist allavega það virðist eitthvað að vera að vakna en það er samt einhver svona það er stopp einhver staðar sko það er alltaf verið að tala um úrræðaleysi já og þetta úrræðaleysi sem að sko ég menna við hugsum hann hávarð já að auðvitað er þetta bara mál þar sem að við bara getum sagt það hefði þurft að vinna með tilteknum hætti með foreldrum og barni frá leikskóla skilurðu og með jákvæðum hætti og með því að horfa í augun á barninu og með því að horfa á það sem einstakling ekki bara greininguna og það er það sem ég er að meina. Ég vil að við sem horfa fólk og aðstæður og fjölskyldur og allt sem þau en ekki greininguna og það er það sem að mér finnst svo mikilvægt að við förum að horfa hvern og einn og það hefði verið hægt að reyna að vinna út frá styrkleikunum og þá vinna að foreldrar og skóli og þessi samvinna sé að við séum að vinna saman. Það er ekki hægt að setja það á þennan eina kennara sem er með 25 barna bekkin skilur og það er ekki hægt að vinna það þannig en það er hægt að þú veist, við þurfum bara að auka stuðningin inn, við þurfum að ákveða að þessi 5 börn í skóla eða 10 börn í skóla sem þurfa alvöru og við vitum og sjáum mjög snemma. Ég meina við sjáum þessu börn í leikskóla sem eru bara ógeðslega klár, ógeðslega flott, ógeðslega skemmtileg en einhvern veginn rekast á og svo eru þau bara brotin niður. Og svo lenda þau svo og svo bara, þú veist, þau lenda í einelti og þau eru brotin niður og þau sitja með tárin í augun og horfa á foreldra sína 7 ára og segja en ég er svo vitlaus, skilurðu. Þú veist, það eru þessi börn og þetta eru allt börn sem eru bara briljant, skilur, ég meina, ég held að þú veist, og geta svo margt og geta orðið svo margt, alveg sama hvað það er. Og við verðum bara að bera ábyrgð á því að ætla okkur að það sé ekkert barn sem að horfa á foreldra sinna með tárin í augunum, pingu lítið og segir, ég get ekki, ég er svo vitlaus, skilur. Þú veist, það er bara óásættanlegt. En þannig er það samt. Og við verðum bara að ákveða það að við ætlum okkur að gera það eitthvað öðru og við verðum þá að setja það, þú veist, það þarf
þessi snemntaka íhlutun og þetta sem að farsaldin á að koma til mótsvið og allt það, þú veist, hún á að koma til mótsvið þetta og þetta er það sem að hjartað í þeim lögum á að vera og við þurfum bara einhvern veginn að vera klára því að það einhvern veginn svo ég verið fyllt eftir, ég veit ekki hvernig og ég meina það fullt af fagfólki, það fullt, ég meina við erum með mikið af alls konar nýjum hlutum og úrræðum, eða þú veist, á leiðum til að takast á þessa hluti en við verðum að valda frá skólarnir verða að vera tilbúin að taka við því líka skólarnir verða líka að vera tilbúin til að taka við því Já, en það er líka síðan bara í framhaldinu að þá ertu líka með kerfi sem virkar ekki eins og ég var að nefna með geðdeild hún er náttúrulega bráðageðdeildin er algjörlega vansvelt af fjármagni hún er allt og lítil og getur tekið allt og fáa inn þar er bara markmiðið að passa ef þú ætlar að drepa í dag ok, komdu þá inn og svo ertu bara að senda út eftir 2 daga með lyfjapoka og þarna eru, þú veist það er hægt að gera stórkostlega hluti en það væri peningar En við erum þetta, þú veist, fyrir mér er þetta í raun og veru sko, svolítið, þetta er samhangandi mál ef við getum náð, þú veist, að sjálfsögðu þurfum við að fjármagna þriðjastigið og geðdeildirnar og hvernig við erum að takast á við veikt fólk og fólk mun verða veikt og geða áfram alveg sama hvað við gerum í barnæsku. En við getum samt sem áður breytt, minnka það. Þú veist, grundvallar hugmyndin er þetta fyrir fósin, og eftir fósin, skilurðu. Þú veist, við getum komið í veg fyrir svo marga. Við getum minkað þessa þú veist, ef við ætlum ekki að gera í fyrsta stiginu, ef við ætlum ekki að gera í forvörnum, ef við ætlum ekki að gera í snemntækri, þá mun bara bráðageðdeildin, þú veist, við getum byggt 5 á Íslandi, við getum eytt öllum peningunum okkar í það, skilur, og það mun ekki duga til, vegna þess að við viljum reyna að minnka það eins mikið og við getum, til þess að þar sé bara sérfræðingirinn, þar er bara ákveðin leið til að takast á við þetta og það sé getan til þess vegna þess að við erum ekki með, þú veist, 100 manns bankandi á sem hafa aldrei fengið inn á þjónustu eða aldrei, þú veist, og er ekki komið í veg fyrir að við lenda á þessu stað. Ég vil að við komum í veg fyrir að við fólk lenda á þessu stað. En þú kemur því náttúrulega aldrei alveg í veg fyrir það fyrir að fyrsta. En auðvitað eigum að gera það og það er búið að tala um það mjög lengi en það hefur samt ekki gerst. En svo kemur næsta stig og fíknivandi ungmenna hefur náttúrulega aukist með sko þá er ég að meina því að neyta harðari efna það eru fleiri sprautufíklar heldur en að hafa nokkuð tíma verið fyrir sko þegar ég er unglingur þá bara þekktist ekki að fólk væri að sprauta sig með heróín þetta voru örfáar hræður núna er þetta tugir á hverju ári sem deyja úr ofneyslu veitulyfja ungt fólk bara sem ætti ekki að deyja og það er aftur sama vandamálið, það er erfitt að komast inn þú færð ekki meðferð þú veist, ég sjálf sko, þekki þetta sem aðstandandi og ég sjálf var bara í svo miklu forréttindahópi að verandi, þú veist, fjölmiðlamanneski og allt það, að ég hringdi bara heim til sko, forstjóra á Vogi og bara grenjaði það út að barnið mitt fengi fara inn. Það geta ekki allir foreldrar gert svoleiðis. Þú veist, ég hringdi einu sinni í heimilislækna minn og grenjaði það út að barnið mitt fengi fráhvarfslyf uppáskrifað á mig af því að barnið mátti ekki fá það og vísu var núna unglingur en þú veist, 18 ára en af því að fíklar mega ekki fá fráhvarfslyf á bráðamóttökunni. Hvað er það? Ég var með barn sem var ælandi skjálfandi á beinunum og rennandi blautt að svita á kall og það mátti ekki fá lyf það var fárveikt það er þessi hlutir líka þetta er alveg frá grunni að þú kemur aldrei í veg fyrir þetta allt saman og það þarf að setja inn í alla þessa málaflokka og grípa þetta alla leið að því að kerfið er svo formfast og kerfið er bara kerfið og það er formfast en samfélagið er svo eitthvað allt annað og það erum við og viðþarfin og orðfæri fordómarnir og ég veldi fyrir mér sko hvernig við þurfum það er hægt að horfa til kerfið sem kerfið þetta bara eldir okkur við þurfum að efla samfélagið við þurfum að efla samfélagið, við þurfum að efla samkenndina, við þurfum að efla líka sko félagslega umhverfið og bara það að foreldrar barna í bekkjum taki utanum
líka þá sem að eiga kannski erfitt í bekknum og það sé, og við séum í meira sambandi á milli heimila og það sé meiri samgangur og ég tala oft þetta hérna, Íslandi alveg ofboðslega bara illa statt þegar kemur að svona félagslegu tengslanetti og hérna, ég fann það bara svo sterkt þegar ég flutti heim frá Englandi að hérna, það sem ég sakna þess ennþá svo að búa í samfélagi. En það má líka alveg tala þetta við börnin sjálf inn í bekkjónum, bara útskýra fyrir þeim, þú veist að við erum ekki öll eins og við erum með mismunandi styrkleika, ekki bara í leikskóla því þetta er gert í leikskóla og þetta er gert svona ekki gert í grunnskóla. Já, en ekki þegar þú ert komin kannski allar leið upp í þennan erfiða aldur þegar ég held að þetta stend og fallið með fullorðnu fólki að sjálfsögðu og fóröldrunum og ég svo sammála þetta með samfélagi og ég held að við erum ekki að fara að leysa öll þau mál sem að okkur steyða sem samfélag ef við ætlum að láta kerfi gera það, skilur það virkar ekki þannig og það er það sem ég er að meina, við getum sett alla peningar sem við getum inn í alls konar kerfi en við, en þau bara munu magnast upp þessi vandamál og samfélagslega lausnin verður að vera til staðar. Ég held líka bara, eins og sem ég held að María Lilja hafi verið að koma inn á, þetta fjallistundum ekkit alveg bara að hafa mennta starfsfólk eða eitthvað og byggja upp einmitt kerfin sem slík og lög og reglur og aðalnámskrá og hérna allt einhvern veginn freka ferkanda, þetta er líka bara einmitt að samkenndin sé eld, talandi með hérna, get ekki lesið sér til gags, að við erum líka stundum bara, börnin okkar eru ekki að mælast nógu vel í samkennd og hvað þá samkennd í eigin garð, þú veist, sem eiginlega ennþá mikilvægari að efla og rekta og kenna, það bara fullt af námsefni komið sem getur kennt samkennd og það fullt af fólki á menntavísindasviði að mennta sig svolítið í því sagt, og verðandi kennarar. Við eigum algjörlega að geta, talandi setu á Alþingi, að geta komið bara með slíkt frumvarp inn í aðalnámskrá, að samkennd verði kennd. Hjallastefnan að gera það nú þegar, bara með virkilega góðum árangri. Og svo held ég líka að eitthvað sem ég hef verið að beita mig fyrir inn í mínum svona stjórnmálalegri þáttöku og það er eitthvað sem ég vil að farsaldin gangi lengra í og það er það sem hefur verið kallað svona áfallamiðuð nálgun og fyrst supu svona starfsfólk skólan og svolítið kveljur að þau ættu að fara að sinna einhvers konar meðferðastarfi og sálfræði ofan á allar hitt og græna fánan og allar þessar stefnur og strauma sem að þau eru að taka og gera brilljant, skiluru. En það var akkurat ekki það. Það er í rauninni, það er frekar að þau myndi fá stuðning jafnvel til að vinna úr sínu. Við erum öll bara með alls konar sár og erfiða reynslu í okkar taugakerfi og svo bara ýmislegt sem okkur hefur verið kennt, einmitt út af samfélagi eins og við búum í, að bara íta og halda niður eins og sundbolta undir vatni, bara alltaf get ekki díla við þetta, þú veist, svo fylgir því mikil skömm, það afleiðingar til dæmis áfalla mannavöldum sem eru yfirleitt ofbeldi fylgir bara automatik svolítið skömm og þess þá heldur að aðstofa fólk eins og starfsfólk skólakerfisins sem að vinna með börnum að kannski að vinna þessu úr sínu, allavega að leggja fingur á það og afskamma það eða svona afstigma það hjá sjálfu sér og þá geta þau kannski borið frekar komið einhvern veginn á mótsvið þegar þau sjá einkenni ef að barnið með áfallastreitu sem oft taldilega sömu einkenni og ADHD jafnvel. Þú veist, það þessi, þú veist, erfiðleika með að einbeita sér og eru með svolítið þannig taugakerfi og það á þá við að það sé hægt einhvern veginn að búa til einhvern veginn öruggara. Við vitum það, ég held að við allar höfum orðið fyrir áföllum sem sitjum og við vitum það er bara mjög yfirþyrmandi tilfinning að vera inn í áfallastreitu eða í viðbröðum áfalla og það getur skólaumhverfi verið mjög mikil ógn og bara svona yfirþyrmandi fyrir börn sem eru jafnvel að verða fyrir bara svona hörðustu dæmin eru þá kannski bara svívirðilegu ofbeldi en það getur líka verið bara mjög dysfunksional og toxísk stemningin á heimilinu sem getur valdið þessu mikla álagi hjá barni að það verður einmitt óþekkt síðan og svoleiðis. Bara ef við getum verið með fleira fólk sem getur bara skilið þetta betur og viðurkennt
að bara segja já, ég skil að þið líður svona og getur bara einhvern veginn aðeins róað aðeins þetta, þurfi ekki að vera að sanna sig einhvern veginn, alltaf að vera þarna, sitja á réttum stað og í 40 mínútur streit og hlusta og þá ertu einhvern veginn samþyktur og þetta vantar okkur bara. Já, en þetta vantar líka bara inn í samfélagið. Já, inn í atvinnulífið og bara allstaðar, þú veist að bara fullorðið fólk, þú veist, reyni bara aðeins stundum að setja sig í spor annara og bara svona skilja bara, já, ok, þetta er þetta veist, í staðis að fara sem gerist allt og oft, það fer í eitthvað svona dómarasæti og fer að setja niður við, veist, eða setja út á eða baktala ef barnið, þú veist, segjum bara barnið sé að læra samskiptin í skólanum en foreldrarnir eru bara að tala eitthvað allt annað heima, bara illa einhvern í sjónvarpinu eða þú veist að ráðast að foreldrum einhvers annars barns, þú veist hvað, þetta kemur einhvers það líka stundum frá, þú veist, þetta þarf náttúrulega líka inn á heimilin og mér finnst allavega, þú veist, já, bara fólk bara svona heilt yfir mætti bara svona aðeins stundum staldra við og hugsa býtu gæti verið eitthvað að ángra þessa mannesku, eitthvað annað, er eitthvað fyrir, þú veist, er eitthvað, þú veist, af hverju ég dæma alltaf. Já, en mér langaði svo að því þú varst að spyrja, pæla í, við vorum að tala náttúrulega eins og geðdeild og bráðageðdeild og það er fyrir fólk sem er orðið sjúkt og það með greiningu á geðsjúkdómi eða bara kvilla hvers konar og mér langaði svo að tala einmitt kannski þetta millistig og það sem að við getum kannski sett í kannski bara mjög svona kannski pínu langsótt samhengi við, þú veist, til dæmis heilsugæslu lækni þar og bara krabbameinsdeild að þá erum við með til dæmis og því að við erum með stofnanda Bergsins, Headspace og ég er þar búin að vera í 4 ár eða eitthvað sem stjórnarkona og og ég lýsti eitthvað tíman einmitt í frábær staður og hjálpa minni mikið gott að heyra og sem sagt þá lýsti ég eitthvað tíman einmitt í einhverju blaðagrein og útvarpsviðtali að ef við fáum, þú veist, bara slæman hósta og ég kom í lúnabólgu, ég kom með einhverja bakteríusýkingu bara í lungun og ég fer til heimilislæknisins mín og hún skrifar út resept upp á eitthvað góð sýklalyf og ég tek þau í 3-10 daga og lúnabólgan hjaðnar og ég þú veist, ef ég myndi ekki gera neitt þá gæti þessi bakteríusýking leitt til einhvers talsvert, kannski alvarlegri kvilla kannski ekki alveg krabbamein en jú, bara þú veist, ég er kannski eitthvað slæm í lungum og eitthvað það sama á við til dæmis stað eins og Bergið það þarf ekki að vera, þú veist, þú þarft ekki að koma inn með þú veist, vanlíðan upp á krabbamein eða skilurðu, þú veist, á pari við eða skilurðu og ég myndi heldur ekki fara þú veist, einmitt með lúnabólgun upp á krabbameinsdeild heldur sem ungmennum, sem börnum og ungmennum bara má líða alls konar og hvað yfir 50-60% koma vegna bara svona álags vegna samskipta á heimili heimili, helmingur og fá að meðaltali svona 5-8 viðtöl Nei, 3-5 3-5, já Þeir stjórna og bara svo ég ítrykki það að lágþröskulda þjónusta snýst það að þau þurfa ekki neina tilvísun frá lækni það er yfirleitt rosalega stutt bið auðvelt að panta tíma það er ekkert endilega að taka síman upp það er bara margir í þessum aðstæðum eiga erfitt með það og þau koma bara inn í mjög vinvitt umhverfi og geta rætt það sem að amar að og 80% þurfa ekki á svona ítarlegri þjónustu þá kann heilbrigðiskerfisins eða velferðarkerfisins að halda þeir sem þurfa að skoða þetta allt út frá krónum geta reiknað hér það sem eru þetta máli og það sem var þetta markmið með Berginu og ég myndi vilja að við fengjum miklu meiri hugmynd, meiri svona þáttöku í þetta í samfélaginu því að mér finnst að það ætti bara að vera Berg í hverju einsta hverfi. Já, og við myndum vilja það ef við getum fengið bara samning það. En en þetta snýst í raun og veru svo mikið það að við búum til
eitthvað svona einfalt og þú veist, þetta ekki svona flókið, skilur. Og það var kannski það sem að sat í mér, þú veist, og þegar við fórum að stað og maður fór að tala við alla og allir voru að segja bara þetta ekki takt og þetta bara vonlist og þið get ekki búið til eitthvað svona sem ekki með neinum inntökuskilurðum og þið verða að vera með eitthvað, þú veist, að við eigðum svo óhefmiklum peningum í til dæmis samfélagið okkar. Já, eigður alveg óhemmi miklum peningum í frávísanir. Það bara óhemmikill tími og peningar í kerfunum okkar sem var í frávísanir. Og við erum með fullþjálfað, fagfólk, gott fólk, fært fólk sem rosa gott. Það að tala við eitthvað sem hefur leitað inn í kerfið. Vegna þess að það eitthvað sem angraða, eitthvað sem í gangi. Fólk situr ekki heima og segir, já, nú ætla ég að fara inn í kerfið og láta þau eða ógeðslega miklum peningum þó að sé ekkert að mér. Skilur hvað ég meina? Þú ferð af því það eitthvað sem þú þarft eitthvað hjálp við. Skilur, þú ferð inn í heilsugæsluna að því þú ert kannski búin að eignast barn, þér líður ekki alveg nógu vel, það eitthvað svona í gangi, þú veist, jafnvel áttu í erfiðum samskiptum og þínu, við þinn maka, skilur, þú veist, þeir eru ung, þeir eru fyrsta barn, skilur, hvað sem og þú ferð og þú þarft og þú óskrifti tími á heimilislækni og heimilislækni, já, þú kannski eftir að fara til sálfræðings og þú færð þá tími á sálfræðingi og þetta tekur marga mánuði og svo færi loksins greiningaviðtal í sálfræðingi, þú þarft að fylla inn alveg rosalega mikið af skjölum það hvað í gangi og svo liða 2 vikur og þá fóru skýrslu frá sálfræðingnum, nei, þú ert ekki nógu veikur til að komast til sálfræðastoð og þá kannski ertu bara, næsta sem gerist að þið skiljið þú eiginmaðurinn og einhvern veginn og allt, þú veist, og þú kannski, skilju hvað ég meina, þú veist, viðkomandi var kannski ekkert með eitthvað greininga við þunglyndi eða kvíða en bara þurfti eitthvað sem gat bara sest niður, horfti augun og sagt bara heyrðu, ég skil og hvað í gangi og hvernig þú veist og kannski getum við reynd að finna eitthvað leið með þetta og kannski hefur við hægt að bjarga sér hjónabandi eða þú veist og ég meina barnið allan tíman meðan foreldrið skilur og þá líka barnið ekki að fá besta foreldrið skilur og allt þetta við þurfum ekki að flækja þetta svona mikið við þurfum bara að mæta fólki og bara horfa í augun og segja bara ok Þarna ertu ekki einu sinni með það sem viðmið að þetta get ekki verið fíklaðar eða eitthvað svoleiðis, Nei, fyrir utan það, ég meina ef þú ferðinni þú veist, ef þú misnotar lyfið áfengi, skilur, þú veist, ef þú ert byrjar að reykja hass eða eitthvað, skilur, og þú ert að fara inn en þá bara nei, þú ert að gera það, þá passar ekki inn í þessa meðferð. Og það yfirleitt allstað þannig fyrir og ég meina, og það alveg munur á, þú veist, fólk sem komið, þú veist, fólki, þetta alveg sko róf, það að misnota eitthvað alveg róf, þú getur verið í self-medication og í einhverju byrjun ef það ekki unni með þennan rót og það hvað í gangi sem veldur því að þú þarft að self-medikera þá getur það leiðst út í mjög alvarlega fíkn. Þannig að yfirleitt þannig. Þannig að þú veist, já, og yfirleitt það þannig. En ég meina þegar þú ert komin út í ofsalega erfiða fíkn, ég tala nú ekki út komin út í að nota mjög fíkni veðgjandi hluti eins og ópíóið og annað sem því bara ofboðslega erfitt að eiga við að þá ertu komin út í bara, skilur þú veist, að þú getur verið að vinna með þetta annars staðar og við eigum að opna aðgengi fólks að öðru fólki og þetta þarf ekki alltaf að vera einhver svona ofboðslega gagnrýndi að stundum þarf maður bara einhvern að tala við og stundum þarf maður bara einhver sjáumann og einhver sjáumann, nákvæmlega að bara einhver, þú veist, einhver sjáumann sem mannskuna sem maður það er svolítið bergið en það vantar aftur á móti hitt og það bara bráðvantar eins og ég sagði áðan, það eru tugir á hverju ári sem að látast og eiturlyfjaneyslu ungt fólk en það er kannski ekki svona mikill bráðavandi ef að við hefðum allt hitt nákvæmlega, þá þarf að fara sko því að eiturlyfjaneyslan byrjar oftast út af því að einstaklingur líður illa og hann að reyna að finna einhverja leið til að láta sér líða betur það yfirleitt það sem að gerist og þetta eitthvað svona já ok, einhver segir bara heyrðu ég prófaði þetta því líður betur og svo byrjar yfirleitt á því að reykja gras það er svona algengasta byrjunarlifið og síðan dugir grasi ekkert skilurðu og þú ert að finna eitthvað annað sem getur látið líða betur og svo verður alltaf rössi stittur og þá endar út í skurði og deyrð og svo getur þetta líka bara verið spennufíkni getur bara en ef við erum að tala fólk sem er langt leitt í sjúkdómum sínum ungt fólk, að því að þú veist ég er búin að fara, ég er hjá 17 ára ég er búin að fara hjá 18 ára, ég fór hjá einu 19 ára veist, ég var hjá einu 20 þetta skiljiði, þetta ég er ekki að tala
háaldra fólk sem búið að vera að sprauta sig í 20 ár og einhvern tíma sagði hún Valgerður mér upp á Vogi það að ef að við náum, ef að fólk nær að hætta neyslu fyrir 25 ára aldur, ég held að vera 25 frekar 23, að þá bara mjög líklegt að það bara hætti og byrji ekki aftur. En ef þau halda áfram og ná ekki að hætta fyrir þann tíma, þá sé þetta vandamál. Þannig að ég sé fyrir mér, mér finnst þetta vera tíminn frá því að þau eru þarna 18 ára þá sjálfur því að fram að því foreldrarnir kannski meira með fingurnar í þessu og til 25 ára, þetta krúsjál tími í lífi þessa fólks og þannig eru líka flestir að deyja og þarna vantar eitthvað sem grípur þau hratt og örugglega, setur þau ekki í herbergi með einhver fólki sem búið að vera í neyslu í 20 ár það er eitthvað svona sérstakt svona ungmenna, það að vísa svona einhver bánsadeild upp á Vogi, held ég fyrir 16 til 19 ára eða eitthvað líka bara fjölbreyttari og vantar fjölbreyttari leiðir vegna þess að ég til dæmis ekki hlynnt nálgun SÁÁ í skilgreininguna á fíkni sjúkdóminum. Nákvæmlega. Þetta heila sjúkdómur, þau segja þetta sem eins og ég hef lesið út þessu eins og bara geti dúkkað upp. En ég sammála því sem eins og þú sagðir áðan, þetta yfirleitt svona komið úr fræðum Gabor Maté að bara trauma leads to addiction. Já, ég sammála því. Þetta ætti að vera áfalla miðuð nálgun í mínum allan og fólk við öll mannvirðingu skilið og fólk með fíknivanda á að geta valið hvers konar leið þau vilja ná að kljást við sinn sjúkdóm og hvers konar bara, meðferð þau hljóta allavega á milli 2 valkosta. Og ég held að þetta algjörlega gæti verið líka, þú veist, einhvers konar svona, ef við ætlum að reyna að tala hér hvernig getum við minnkað þessa hópa, hvernig, þú veist, og það einmitt líka, hvernig getum við minnkað biðlistana líka með því að þú farir ekki á biðlistana og þá ég að tala eins og fíkni úrræði vegna þess að þar eru biðlistanir langir og lengi og þar eru bara hræðilegir hlutir að gerast á biðlistunum. Það rosa skaði. Þetta er bara ekki rosalega mikil, sko, þannig að fólk að fara margoft í meðferð og það þetta... Já, ég held að sé bara, ég held að ég lesi eitthvað í einhverjum áskýrslum hjá SÁÁ að það eru kannski bara, það eru ykkur 5% sem koma einu sinni eða eitthvað svolítið. En veistu það, ég sagði við mína dóttur bara, það skiptir engu máli hvort þú þurfur að fara 3 eða 30 sinnum í meðferð. Og sérstaklega ekki þegar þú ert með svona ungt fólk. Mér finnst þetta að vera, það megi ekki útiloka þau allt á snemma. Fattarðu? Ég veit að Vor hefur verið með þá stefnu, þeir eru að reyna að taka þau sem eru allra yngst, bara eins rætt inn og þau geta og eins oft inn og þau geta, því þau vita einmitt sem að það þarf fleiri tilraunir en 1 eða 2. Fyrsta skipti yfirleitt bara eitthvað svona fyrir mömmu og pappa. Skiljiði og þú veist, og ég bara ok, ég skal fara en ég ekkert alveg, þú veist svo líka skrítið að fólk sem kannski ekki í daglegri neyslu á kannski við samt vandaða stríð og vilja ekki neyta hvort sem það áfengis eða annara efna fólk einhvern veginn að fara inn í afeitrun samt einhvern veginn bara, þú veist, búið að vera í vinnunni stjórnendastöðu eða þú veist, eitthvað svona þú veist, í 2 vikur á undan eða eitthvað þá er þess að skrítið að sú manneskja sé að taka plássið upp á Vogi og meðan að það eru manneskjur, þú veist, sem mega síðan ekki koma inn undir áhrifum ég rosalega, ég set stórt spurningamerki við þetta og ég vildi óska þess að það gæti verið og við eigum að hlusta og læra af öllum þeim sem eru að innleiða og hafa gert magnaða hluti í skaðaminnkun og hugmyndafræðinni og bara þessar konur aðalega sem ég tengi allavega við þegar ég hugsa skaðaminnkun að bara þetta að gera alveg ofboðslega mikilvæga hluti fyrir og bara hefur ég bara kennt mér einhvern veginn að líta á jaðarsett fólk ekki einhvern veginn sem vandamál heldur eitthvað sem að, þú veist, einmitt afleiðing einhvers annars, þú veist, þetta því að þetta svo bara, þú veist, þetta einmitt nákvæmlega svona, þetta bara fólk og ég man þegar dóttir mín var í neyslu, hún ekki í neyslu og ekki búin að vera núna í nokkur ár en þegar hún var í neyslunni, þá talaði hún alltaf það bara, henni var svo leiðilegt bara að fara út í búð
og hvernig var hort á hana eins og hún væri bara að fara að stela eða eitthvað, hún var ekkert að fara að stela skilur, hún sagði bara, og einhvern tímann lendi hún í að var hringt á lögguna og hún bara, hún hringdi mig grátandi bara, þeir eru að hringi í lögguna þeir halda að ég ætla að fara að stela, ég er ekki að fara að stela, ég er ekki þjófur skilur, og þú veist, allt þetta, allir þessi stimplar og þetta var alltaf rosalega erfitt skilur, og hérna, nú er ég í stjórn félag sem rekur áfangaheimili fyrir konur í Bata og þar erum við einmitt að hérna byggja það á einmitt skaðaminnkandi og áfallamiðaðri nálgun vegna þess að það er aðal orsökin held ég yfirleitt alltaf þetta þegar þú byrjar oftast nær þeir sem allavega halda áfram svona lengi oftast nær til þess að svona aðeins að reyna að láta sér líða pínum betur og það er annað með og læknan og kerfi og það af hverju mega ekki bara allir sem þurfa að halda að fá þessi lyf sem hjálpa þeim að vera edrú, bara fyrirgefið mér. Ég skil það til dæmis ekki, skilur við. Hugmyndin, sko. En ég meina, og af hverju má hann Pési sem þú veist, hérna, frábær, flottu ljósmyndari og svona, af hverju má hann ekki bara lifa þannig að læknirinn skrifar upp á lyf fyrir hann, veist, bara af hverju það bannað? Nei, ég meina, ég þekki föður sem bjargaði lífi svona sinns svona með því, en hann braut lög hverjum degi, skilur með því og hérna. Ég er bara heimilislæknir skrifa upp á fyrir mig. Hann fékk frá lækni, en það að hann hjálpaði honum að sprauta skilur og það, þú veist, en það bjargaði lífi þess að dreng, skilur bara með því að, en þú veist, en það sem var svo fallegt við þá sögu og það sem er svo mikilvægt við lærum er nákvæmlega það að þá í staðin fyrir að dæma og segja, þú veist, þú mátt ekki eins og var alltaf mannstu að ef börni manns voru eitthvað þá áttu maður bara að loka þau út Já, það er hræðileg hugmynd og þetta er svo hræðileg hugmynd og bara þú, nema þú sért svona hinsegin máttu alls ekki, þú veist, setja skilyrðingu á ástina í staðin þá fór hann og fann drenginn skilur í einhverjum erfiðum aðstæðum, þú veist, þar sem var annað fólk og skítugt og allt einhvern veginn erfitt og hann bara settist niður og hann kynntist þessum og hann kynntist vinum og þannig náðu þeir að byrja að tala saman og hanna eða að vinna með honum að Bata og ég menna auðvitað er þetta ekkert það er aldrei bein leið sko, það er aldrei bein leið að Bata sérstaklega fólk er komið í mikla neyslu og mikla fík en það er von og það er alveg hægt en þú gerir það ekki með boðum og bönnum og en það er samt líka, ég skil samt alveg og ég ætla bara að fá að segja það, þú veist, það er líka stundum mjög erfitt fyrir foreldra að ætla að vera með fíkil heima hjá sér með kannski önnu börn og annað stundum verður að setja eitthvað svona skilyrði og boða börn sko. en þú getur alveg gert það án þess að loka alveg eða setja það sem eitthvað skilyrði á ástina sko, þú veist, það var það sem var alltaf en þú veist, og foreldra eru náttúrulega bara að leita öllum lausnum, þau prófa bara allt held ég, þú veist, ég allavega prófaði allt, þú veist, eins og ég segi, ég lét skrifa upp og lyf fyrir mig til að gefa henni, þú veist, ég hringdi og vældi vogi, þú veist, ég talaði við, ég fór og talaði við eiturlyfjasala til þess að segja þeim að drullast þess að hætta að selja henni, annars myndi ég skrifa fréttir það og þú veist, ég fór alla leið, sko. Og ég bara reyndi allt sem ég gat, sko. Maður gerir það bara. Og þú veist, ég tók fólkið inn og ég hitti aðra fíkla. En þú hafði fyllt svo mikið stuðning á þessum tíma líka. Já, maður ræðir þetta ekki þá og áður en ég kom hingað í dag, bara svo það sé sagt, þá talaði ég náttúrulega við hana, að ég hef aldrei talað þetta neitt beint opinberlega, en þess að, þú veist, ég vil líka náttúrulega húta þessu sama ég er að segja, þessum dómum í þjóðfélaginu. Hún er ung stúlka, þú veist, og á eftir að, þú veist, að vinna sínum fram á hana, þú veist, hún óttast náttúrulega eins og bara allir aðri sem er í Bata eitthvað að fortíðinni eftir bara eitthvað að koma í baki á henni, skilur Þannig ég þurfti að fá leyfi alveg fá henni, ég gerði það og, þú veist, og hún sagði bara já, hann endilega talaði mínu sögu en ég ætla ekki að segja nafni á henni, ég á mörg börn, sko. Hinn verður bara fyrirgefa ef einhver haldur að þau séu hún en eitthvað. Það er fleiri með fortíð. En þetta er bara, þú veist, já, auðvitað að lífa með fortíðina og hún á alveg eftir að læra það og allt það, sko. En þú veist, þetta er rosalega erfitt. Að fólk og ungt fólk upplifi sig með það að, hérna, ég meina, ef það fer þessa leið, að þetta sé ekki endastöðin. Og ég held að það sé að þú getur bara labbað út og ég get alveg
Ég hef oft talað það opinberlega, ég hef oft talað það, ég var alveg í sko bölvuðrugli sem úlingur og mikilli neyslu alveg fram til 18 ára og þá bara gerðist eitthvað og ég stoppaði og sem betur fer þá bara elskaði ég mömmu og pappa ofboðslega mikið og þau voru mér mikill stuðningur en líka rosalega lost og gerðu margt rosalega vitlaust og það eitthvað sem við höfum tekið tíma í á fullorðinsárum að vinna okkur gegnum en það bara eins og það en ég held að það eitt sem að ég velti fyrir mér og það einmitt þetta með sko mennskuna og samfélagið að því að við treystum svo á kerfið og ég fór að hugsa þetta í samhengi við sko það kom könnunudaginn það var verið að tala um trú Íslendinga og trúrækni og kirkjusókn og annað og þær talaði að við erum komin langt undir 50% eða eitthvað undir 50% allavega í Íslendingum sem segist vera trúaðir á einhverju tímapunkti þá gegndi kirkjan þessu hlutverki kirkjan var þessi samkomustaður þar sem fólk var saman og mennst og kirkjan, saman hvað fólki finnst hana það var þessi staður þar sem fólk hitti annað fólk Núna höfum við ekkert þannig. Það engin önnur kirkja. Fólk hittist á Facebook. Eða heitabottinum. En svolítið okkar torg svona líka. Já. Og þessi samfélagsmiðlar náttúrulega bara alltaf upphefja eitthvað sem geggjað, sko. Það bara mjög sjálflega eitthvað annað. Akkurat. Eða einmitt ef einhver opnar sig og berskjaldar þá þetta stundum kannski svona mikið vikunarstimpillinn og eitthvað svoleiðis en sem einmitt miður. En mér langaði svo aðeins bara því þú voru aðeins að koma inn og þú varst að tala sem móðir bara og og að því að pólitíkin og það snýst svo mikið mitt útilengu fjármagns og allt þetta hvað getur verið kostnaði samt að gera ekkert og í þessum málaflokki sem eru, þú veist, inn í þessum málaflokki sem við erum að tala um núna eru margir ólíkir hópar af börnum og ungmennum og sem sagt og svona með ólíkan kannski vanda þetta svona og að það sem sagt það að þú veist að þetta úrræðaleysa saga verði að áfallasögunni þeirra líka og og einhvern veginn það hliður utan sig og þar að leiðandi það kostnaðarsamt. Það eru líka sér aðstandendur við sem foreldrar og ég líka bara tala kannski foreldra barna með skólaforðun. Þetta álag og bara allt frá því og einmitt í bara mjög harða fíkniefna neyslu og bara mikil lífsógn á hverjum einasta degi og og það nýkomin út sem sagt skýrsla sem var runnin fyrir Tryggingastofnunina þar sem að það sem sagt minnum við 4. hver eða 5. hver kona sem yfir 55 ára á örorku eða endurhæfingarlífeyri og hann sem sagt sem fór fyrir þessari rannsókn var að fara yfir þetta í daginn í þetta helst bara ótrúlega, þetta komir reyndar ekkert óvart en þarna þetta einmitt líka oft mæður, barna með hvers konar greiningar eða einmitt áföll einstæðar mæður og og sem sagt hafa verið einmitt líka hafa orðið fyrir ofbeldi mögulega á sínum yngri árum eða búið við heimilisofbeldi þetta öll þessi stef áttið ykkur á skilur og þarna einmitt þessar mæður sem voru einmitt með börn sem að þurftu á stuðningi að halda fengan ekki eru konur sem að brenna út og detta út af vinnumarkaði þegar það gæti verið bara upp á sitt flottasta þarna annar kostnaðarliður að falla á úrræðaleysin eða sem sagt að hafa ekki fjárfest jafnvel fyrr gripið áður en þau detta niður fossinn. Já, og ég bara, þú veist, tala sjálf á langveikt barn og fatlað barn og sem sagt ekki með eins mikla stuðningsþarfir eins og mörg börn en álagi varð mér það megn, sérstaklega þegar hún var oft í lífshættu að ég bara að klára endurhæfingu núna og ég er búin að vera í 1,5 ár þetta hefur kostað ýmislegt, þú veist, ég hef verið á endurhæfingarlífeyri og ég hef bara búin að þykja geggja þjónustu hjá Virk en það hefði mögulega verið hægt eitthvað staðar að koma í veg fyrir, að byrja fyrr, grípa mig fyrr einhvern veginn, svo ég myndi ekki alveg þurfa að fara út af vinnumarkaði og ég veit að Virk að vinna í akkurat þessu núna, bara fyrirbyggjandi meira, byrja fyrr, ekki láta fólk alveg klessa á vegginn téða
Og þetta má algjörlega hafa í huga líka í samhengi við akkurat börn með, sem sagt, einmitt ógreindar greiningar, þú veist, sem þessi rosa bið og óvissa og alltaf einhvern veginn að reka sig á. En þetta líka bara þessi krafa á samfélaginu að fjölskyldur eiga að vera einhvern veginn fullkomnar og þú átt að geta gert þetta allt. Allt gengur eins og smurði. Já, af því að annars alltaf að talað Já, nefnir það kemur, maður heyrir, ég veit ekki hvað svo oft ég hef heyrt hérna þessi börn sem koma frá sem brotnu heimilum og í tengslum við til dæmis fíkniefnavanda. Þú veist, það bara líka til fíkniefnavandi á heimilum sem eru bara ekkert brotin. Eða fattar við? Og það eru líka bara já, fattar við mig. Og þú veist, ég kom að þannig heimili en málið er að ég var bara með ógreindan kvíða. Nákvæmlega, þú veist, þetta bara frekar eitthvað svona. Og það er alltaf einhvern veginn verið að reyna að kenna foreldrum ástandið. Það er alltaf verið að kenna foreldrum ástandið. Þannig að líka kannski eins og þú eða ég eða aðri foreldrar, við höldum áfram að reyna að gera því að við viljum ekki vera í tölfræðinum brotnu heimilin eða ómögulegu foreldrana sem að vitum ekki hvað við erum að gera og þá keyrum við bara á vegginn, skilurðu. Það er bara mjög þannig líka, þú veist, að við leitum heldur kannski ekki af einhverju skömm eða einhverjum ótta eða eitthvað, ég hlýt að geta gert þetta ef allir aðrir geta gert þetta. En nú eru þið í pólitíkinni og svona hér sem svona málsvarar pólitíkurinnar, hérna, sko, við höfum talað um þetta svo lengi og ég veit að Viðreisn hefur, ég meina, voru bara eitt að loforðunum núna og síðast held ég að niðurgreiða sálfræðiþjónustuna og koma betur til móts við fólk þar sem það er og samfylkingin þetta bara í forsæti og við þurfum einhvern veginn en hvað er að gerast? Af hverju gerist ekki neitt? Jú, það er nú ýmislegt að gera. Hvað er að gerast? Segðu mér nú hvað er að gerast? Niðurgreiðslan kemur inn núna á kjörtímabilinu en það er bara eitt tikk í box af mörgum boxum. Já, það er eitt tikk og skiptir máli en sko það sem að þetta skiptir mestu máli er að við setjum bara alveg pening og áherslu í það að bara byggja upp þessi kerfi. Sko, það sem gerðist var þetta bara innviðaskuldin er búin að vera svo mikil. Það komi strax byrja að setja inn á þessu ári, þú veist, bara aukna fjármuni bara inn í ákveðin kerfi til þess að koma til móts við annað. Við erum til dæmis, þú veist, ég uppgötvaði í kosningabaráttunni að það var heil hæð upp Kleppi sem átti að vera undir réttageðdeildirnar sem er semst fyrir fólk sem er ósakhæft, þú veist, sem að var bara þarna, það var búið að eyða fullt af peningum, þú veist, en það átti eftir að innrétta og gera og klára, þú veist, þá var þetta bara allt önnur aðstæða og svo fórum við inn á réttageðdeildin og þá var hún bara eitthvað, þú veist, bara algjörlega óásættanlega aðstæða fyrir fólki sem þarna dvöldi langdvölum, skilurðu, og inni lokað, af því að það var ekki búið að klára eitthvað sem var sett samt í plan og það vantaði eitthvað 300 milljón, það var verið að klára það. Já, ég veit. Þú veist, bara svona ákveðni hlutir sem það þarf bara að setja peninga í. Þetta það sem er líka kannski verið að gera og ég meina bara eins og hún Alma sem er núna orðin var landlæknir er núna orðin heilbrigðisráðherra að það er auðvitað bara verið að einhvern veginn bara skoða, þú veist, það er til að vera rosalega mikið og starfshópar hafa gert alveg svakalega mikið á undanförnum árum að því að síðasta ríkisstjórn gat ekki tekið ákvörðun, hún setti allt í starfshópa og því voru alltaf ósammála að þannig að það verið að vinna úr að bara reyna átt að sjá því hvernig við getum notað alla þessa vinnu til þess að koma hlutum í gang og það er alveg að gerast. En hún er nú ekki heldur betur ekki sammála því að fara í skaðaminkandi úrræði, hún er það bara ekki. Jú. Hún hefur bara talað mjög skýrt á þá vega að það sé ekki í lagi og hún er bara með Vogi á línu, hún er búin að taka undir allt sem að Valgerður hefur sagt meðferð, ég er búin að fylgjast vel með henni Leðu mér að eiga við Ölmu hún út á við allavega kemur það þannig út eins og hún sé ekki hrifin af því, fólk verði bara að gjöra svo vel að hætta og eitthvað svona ég held að það sé nú svona smá miskilningur lækninum sem hann var að skrifa fyrir PISA-lyfin en við þurfum við þurfum auðvitað samt sem að fylgja
Þú veist, við þurfum að fylgja rammanum og vera, þú veist, og ef við ætlum að breyta, þá þurfum við að breyta rammanum, við ætlum að breyta, Jú, hún getur alveg gert það, hún ráðherra, skilur. Hún getur bara En komið svo frumvarp um það. við kannski svona, ef við myndum við svona súmera þetta spjall hérna niður í bara svona, þú veist, það kerfið eitt og það hægt að vera með kröfur og það, en samfélagið annað og þar þurfum við að stórefla okkur bara persónulega og út á við, vera betri hvort annað. Þetta einhvern veginn svona virkar allt þannig. Já, og við varum bara aðeins tillitsamari og tala við hvort annað og bara tala við hvort annað, já, og við sem erum kannski stödd á einhverju vegferð eins og ég var með mína dóttur við ákvaðum strax ég og eiginmaðurinn að við bara sögðum þetta við alla þá þegar við vorum bara að segja bara býtu hvað er í gangi eiginlega bara já, hún er í neyslu, ég þarf að fara að sækja hana og þarf að reyna að koma henni upp á spítala eða ég er að fara að sækja hana í Konukoti eða hvað það var skilur og fólki brá og það var bara hvað, Jesús eins og þetta væri bara, hún er bara lasin skilur eins og bara aðrir skilur, þetta var fyrir okkur þannig og við ákvæmum að gera þannig og við þurfum bara eiginlega öll að þora að segja bara, við sem erum í þessum sporum foreldrar barna sem eru í þeim sporum að vera bara lögð í einelti í skóla og fá ekki úrræði skólakerfis, það er líka bara að segja bara, en við þurfum líka kannski bara þó að við eigum ekki barni vanda þá eigum við kannski að spyrja foreldrana í bekknum sem eiga barni vanda hvernig gengur, geti gert eitthvað til þess að létta undir og ég held að þetta byrji kannski allt bara þess og bjóða þeim öllum í ammálið barnammálið, Jesús minn það er sárast bara í heimi Lára Ómarsdóttir, Sigþóra Bergsdóttir og Diljá Ámundadóttir, þakka ykkur kærlega fyrir þetta góða spjall við bara verðum eiginlega helst að koma aftur saman því að það er allavega nóg að tala og Doggi við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is